Ég set fund númer 221 í bæjarstjórn sveitarfélagsins Voga. Til fundarins eru mættir allir aðalmenn í bæjarstjórn að frátöldum bæjarfulltrúunum Kristni Björgvinsinni og Friðriki Árnasinni. En í þeirra stað sitja varabæjarfulltrúarnir Eðvarð Atli Bjarnason og Ingþór Guðmundsson. Nú fyrsta mál á dagskrá er farsældarráð barna, samstarfssamningur. Nú afgreiðsla bæjarráðs hljóðaði svo: Bæjarráð tekur undir bókun stjórnar SSS og leggur til við bæjarstjórnar sveitarfélagi taki þátt í verkefninu að ofangreindu forsendum og með þeim fyrirvara að landshlutasamtökin fái stuðning til að ráða verkefnisstjóra til að sinna verkefninu. Og ég gef orðið laust þetta mál. Einhvers vilja tjá sig það? Ef að svo er ekki, þá leita ég eftir samþykki. Og það er samþykkt samhljóða. Nú fyrir þessum fundi liggja eftirtaldar fundagerðir til kynningar og umræðu. Það er fundagerð bæjarráðs númer 401, fundagerð frístunda- og menningarnefndar númer 114 og fundagerð umhverfisnefndar númer 22 og að lokum fundagerð skipulagsnefndar númer 60. Nú ég ætla að gefa orðið laust þessar fundagerðir. Einhver sér að tjá sig? Andri, gjör svo vel. Takk fyrir, forseti. Mér langaði aðeins að tala fundagerð skipulagsnefndar. Það er mál 1, Keilisnes, framtíðarskipulag. Þannig erum við komið með skýrslu frá Alta verkfræðistofu sem er að hjálpa okkur með að ákveða framtíð þessa svæðis. Og þannig er hugsunin að vera með iðnaðarsvæði, að hluta svæðinsins var alltaf iðnaðarsvæði, það sem er í landi Flekkuvíkur, en að stækka það aðeins út í land sem sveitarfélag á, sem tilheyrir Kálfatjarnarlandinu, en þetta er kallað Keilisnes yfir allt svæðið. Þannig voru bara rædd þessi skýrsla og ýmsar hugmyndir sem komu upp og hafa verið ræddar áður þetta svæði. Og með það að fyrsta markmiði, aðalmarkmiði að þarna gæti í framtíðinu komið fiskeldi, því þetta er einstakt svæði hvað það varðar upp á jarðsjó og gæti í framtíðinni, hvenær sem það verður, verið mjög eftirsótt svæði af fiskeldisfyrirtækjum. En svo er spurningin, ef ekki af því verður, hvað á að gera við þetta svæði, og það er eitthvað sem þarf að ræða bara. En eins og staðan er núna, þá er þetta komið og verður vísað í aðalskipulagið og þá fer ég í mál 3 í þessari fundagerð. Þar var komin niðurstaða í einu af þeim málu sem búin að tefja að við getum klárað aðalskipulagið. Og það er landamæramörkin á milli okkar og Grindavíkur, og þar var tekin ákvörðun að fara bara sömu leið og Grindavík hefur farið með þetta, hvernig á að merkja þetta svæði sem er, þessi landamærin eru ekki alveg týnt úr mér orðið núna, ekki sátt á milli hver landamærin eru, og vonandi getur aðalskipulagsvinnan bara haldið áfram núna og vonandi bara klárast í haust, allavega fyrir áramót, þannig að þetta setja þetta í auglýsingu. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Andri. Já, ég tek undir þetta með Keilisnesi. Gott að búið að fá þessa skýrslu frá Alta og þessi búið að gera drög að skipulagi sem fer þá væntanlega inn í aðalskipulagið. En eins og ég skildi þetta rétt með Grindavík, þá hafa Grindvíkingar hingað til merkt þetta bara svona einhvern veginn öðru svo litinn, eins og þetta væri bara þeirra svæði en ekki sátt það, og við ætlum bara að fara sömu leið á þeir, en ekki rétt. En Birgir, gjörðu svo vel. Forseti, mér langar kannski aðeins bara að drepa niður í fundagerð bæjarráðs og þetta bara taka undir með bæjarráði varandi fyrsta mál og dagskrá þar, húsnæðisþörfin, vinnuhópnum fyrir góða vinnu, og það er vissulega krefjandi aðstæður hjá okkur í dag og það verður spennandi að sjá hvernig okkur
fest úr verki að leysa þau mál til skemmri tíma að minnstakosti, því að það er eins og allir vita og við erum búin að svo sem lesa og ræða líka mikið að það er krefjandi aðstæður í uppbyggingun í dag við mikla fólksfjölgun og innviða uppbyggingu. Síðan kannski bara aðeins varandi samantekt bæjarstjóra á stjórnskipulaginu, innleiðing breytinga eða hugmyndir á því, samantekti þar, hún er mjög athyglisverð að mörgu leyti, sýnir kannski einhverju leyti að það er alveg augljóst að við erum miðað við svona hefðbundna kurvur á eftir miðað við uppbyggingu, varandi starfsmannafjöld og annað, en það sýnir líka kannski svona ákveðna ráðdeild og við þurfum svo sem að eins og við höfum rætt í þessari vinnu með KPMG varandi bæði stjórnskipulagið og nefndaskipanina, þá er mjög nauðsynlegt að horfa þetta í samhengi og eins og við komið þar inn á er kannski að ná vel utan öll sviðin, svo sem fjölskyldusvið og það er svona spennandi að sjá og vinna það áfram með bæjarfulltrúum og þá nefndum sveitarfélagsins í að reyna að þróa eins áfram okkar skipulag. Þannig að bara mjög athyglisverð og góð lesning. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Gunnar, takk fyrir þetta Birgir og ég tek undir þetta með þér. Þetta er einmitt með stjórnskipulagið, við ræddum þetta mikið á síðast að Bæjarráðsfundi og þetta var mjög gott minnisblað sem hann vann þarna fyrir fundin og ég svona bað hann og hvort hann gæti tekið saman svona einmitt annað minnisblað en það kannski hvernig þörfin hjá okkur yrði svona varðandi mannahald svona á næstu mánuðum og næsta árið eitthvað, svona fyrir fjárhagsáætlunargerð og þannig hefðum eitthvað svoleiðis í höndunum. En Inga, þú búin að biðja um orðið? Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að vitna í 22. fund umhverfisnefndar og minna á að nú standa yfir hreinsunardagar og hvetur nefndin alla íbúa til þess að taka til hendinni og hreinsa til í sínu nærumhverfi og heimasíðu sveitarfélagsins eru góðar upplýsingar hreinsunardagana, endilega kynna ykkur það. Og einnig er gaman að sjá hversu vel umhirða hjá bænum hefur farið að stað, enda er stefnt að því að bærinn okkar verði snyrtilegur þegar við tókum á móti gestum okkar vegna landsmóts 50+ og hvetjum við alla íbúa og aðra gesti til að sækja viðburði landsmótsins í ár. Og að vinnuskólanum að þá hafa nokkrir starfsmenn vinnuskólans, flokkstjórar og nemendur á 1. ára Fjölbraut hafi störf, en svo fá þau liðsauka 10. júní þegar að 8., 9. og 10. bekkur hefja störf vinnuskólans. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Inga. Fleiri? Ef svo er ekki þá langar mig kannski aðeins að drepa niður í fundargers Bæjarráðs líka númer 401 og þar í máli númer 3 og það langar mig aðeins að taka undir afgreiðslu Bæjarráðs þar sem ráðið harmar ekki að ná samkomulag við landeigendur það verkefni sem við ætluðum í varðandi uppbyggingu uppið brautina. En þetta hefði getað orðið heilmikil lyftistöng fyrir sveitafélagið ef af hefði orðið. En við erum búin að eyða í þetta rúmum 2 árum, reyna að ná samkomulagi og höfum ekki komist lengra en þetta þó að sveitafélagið held ég hafi teygt sig eins langt og mögulegt var. En þetta eru brákveðum vonbrigði og mig langaði svona aðeins til að drepa niður í þetta. En er einhverju fleiri sem vilja tjá sig að lokum? Ef að svo er ekki, þá ætla ég að segja þessum fundi slitið við Hamarshögg.